kvöldið. Verið velkomin í loftsalinn í kvöld, 19. november, á 8. og síðasta fyrirlesturinn í Daníelsbókarnámskeiðinu hér hjá okkur í haust. Stefán Rafn heiti ég og er búinn að vera með þessa fyrirlestra og því miður þá náum við ekki lengra en þetta og í síðasta skipti þá náum við bara að fara yfir 10. kafla og enn eftir 2 kaflar. Málið er að síðasta sýnin í Daníelsbók er frá 10. kafla svona yfir 12. kafla. Þeir gerast allir svona á sama tíma. Þetta er eiginlega bara inngangur, sýn og loka orð. Og vegna tíma og til þess að halda ykkur ekki sama miðnætti, þá tek ég bara 10. kafla innganginn í dag. 11. kaflinn sem að kemur eftir á þessu er langur og svona með mest smáatriði allra spádóma sem þú finnur í Daníelsbók. Svo Gabriel talar bara beint til Daníels líka án nokkra táknmynda í sín 11. kafla. Gerir hann svolítið frábrugðinn því. En eins og þið kannski viti þá er skipting biblíunnar og bókabiblíuna upp í kafla. Það er bara svona seinni tíma tilbúningur einhvern tímann á 12. öld eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það segir lítið að þetta sé skipt í 3 kafla hér. Þetta á rosalega vel saman, þannig að líka kannski pínu illa brjóta þetta svona upp, en þannig verður það bara að gera það. En við skulum bara fara, þetta verður aðeins styttra þá hjá okkur í kvöld vegna þess að 10. kafli er ekki svo langur. Við skulum bara byrja í 10. kafla. Á 3. ári Kýrusar, Persakonungs, barst Daníel sem kallaði var Beltsasar vitrun. Vitrunin var sönn, en afar torskilin. Skilning á henni fékk hann í sýn. 3. ár Kýrusar, þetta gerir sem sagt nokkrum árum eftir síðustu kafla sem við höfum verið að lesa, kringum 535 fyrir Krist og er síðasti kaflinn í bókinni. Þú fyrir að skoða þá eru þeir ekki alltaf í tímaröð kaflanir, en greinilega hér í 10., 11. og 12. kafla sem er svona sama sem ein heild, það er þannig að beint í lokin. Og maður spyrir sig, skiptir af hverju alltaf verið að byrja alltaf á þessu, þetta er á þessu ári þessa einstaklings. En ef við aðeins bara förum að sjá, þetta er á 3. ári Persakonungs Kýrusar, 535. Upphaf bókarinnar gerist á fyrstu árum Nebúkadnesar sem er svona það bil 605 fyrir Krist, eða sem sagt 70 árum áður. Og svona kannski gefur manni smá mun ef að einhver væri að skrifa bók, einhver sem er aldra, tökum sér dæmis, ef afi mér var að skrifa bók, búin að lifa í rúm 90 ár, það myndi kannski skipta máli hvort hann væri að skrifa árið 2015 og kafla sem ætti við þá eða 70 árum áður, það væri þá 45. Það var svolítið mikið gerst á þeim tíma, eða ekki? Lok seinni heimsstyrjaldarinnar á deginum í dag. Við náttúrulega höfum lifað umbóta tímum og hlutin hafa breyst hratt, en sama hjá Daníel, hann er að lifa í gegnum alveg heilt heimsveldi og er núna komin hann langt eftir og er orðin hann háaldraður, svona rúmlega 80 fyrir að slaga í 90 ára gaman. Þannig að það er þá sem að þessi lokasýn kemur. En á þessum tíma, segir Daníel, þá syrði ég. Ég syrði í 3 vikur og ég neytti engra gómsætra fæðu og lagði mig hvorki kjöt né vín til munns og ég smurði mig ekki fyrir en vikurnar 3 voru liðnar. Í þessum kafla, sem við vitum greinilega hvenær er tímasettur, þá er eitthvað sem er að angra Daníel. Það segir samt ekki hvað það er. Það segir bara að í 3 vikur var Daníel að fasta með svona sína eigin gerða föstu, hann kannski orðinn gamall og vill ekki halda sig frá öllu mat, en svona hugsa ég ætla bara að fá mér einfaldan mat, held mig frá öllu kjötmeti og öllu svona sætu og unnu og borða bara einfaldan mat og eyði tíma þarna í bæn og föstu. En hvað er það sem er að gerast á þessum tíma? Nú aðra bækur biblíuna sem er að gerast á sama tíma, það segja okkur aðeins það. Því að á 3. ríkisári Kýrusar, þá eru stórhluti, þá eru einhverju gyðingar farnir heim úr herleiðingunni. 70 árin sem átt að vera í Babylon eru liðin undir lok
Þannig að hann örugglega ekki að angra sig yfir því eins og hann gerði í 8. og 9. kafla. En vandamáli var þegar að gyðingarnir komu til Jerúsalemborgar þá lentu þeir í rosalega miklum vandræðum. Og við farið að lesa Esra bók sem að gerist á þeim tíma. Þá segir hún að í upphafi fá þeir heimfararleyfi og Kýrus gefur það. Og síðan kemur langur listi yfir þá sem að fara fyrir landsins aftur. Og þeir koma til Jerúsalem, þá byrja þeir á því að reisa altari og segja nú ætlum við að reisa altari og byrja að fórna hér og síðan ætlum við að byggja musteri. Og strax svo þeir eru að fara að gera það, þá lenda þeir í vandræðum. Samverjar komu og vildu hjálpa þeim að endurreisa musterið. Og samverjanir, þeir voru fólk sem hefði verið afkvæmendur þeirra, sem hefði verið eftir úr herleiðingunni í Ísrael, ekki Júda, alveg þá næstu í 200 árum fyrr og afkvæmendur sumra sem voru skildir eftir þar og síðan fóru aðrar þjóðir að koma aftur inn í Ísrael, þjóðir sem áður voru svona óvinnir þeirra og síðan fóru þeir að blandast saman og þaðan koma samverjanir og þeir eru með svona skurðgoðadýrkendur og fjölgyðistrúar en eru samt í kringum fórnar og vilja vera með í þessu. Þeir sem eru að koma frá Babylon hugsa sér nei, við lentum í þessu 70 ára útlegð einmitt vegna þess að við vorum að sjá hvað nágrannaþjóðirnar eru að gera og lenda í að blanda saman trúarbrögðum Júda við nágrannana. Skurðgoðadýrkun og annað slíkt og svo þessu við ætlum ekkert með þetta fólk að hafa. Það kannski með góðar svona, það segist til að hjálpa okkur en ég hræddur að við munum blanda saman að einhverju heilugu og einhverju svona vanheilugu. Svo þeir segja, við viljum ekki hjálpa ykkur að halda og þá byrja vandið þeirra. Ef við fáum ekki að hjálpa, svo þið samverjanir, þá byggið þið bara ekki þetta musteri. Og ef þið farið í Esra bók, 4. kafla, þá kemur þetta fram. Þá drógu þeir sem bjuggu á landsbyggðinni kjarkin úr Júdamönnum, þetta eru samverjanir, og hræddu þá frá því að byggja. Hvernig gerðu þau það? Þeir mútuðu ráðgjöfum til að vinna gegn þeim og ónýta fyrirætlanir þeirra. Á þessu gekk alla stjórnartíð Kýrusar, Persakonung, þar til Daríus var konungur Persíu. Og svo, þetta er það sem að gerist þar. Þeir múta ráðgjöfum til þess að vinna gegn Jerúsalem. Hvar gera þeir það? Þeir bara aðeins pæli í því. Er þá einhverju menn í Jerúsalem sem segja ekki byggja, ekki byggja? Nei, þeir höfðu náttúrulega ekki kannski vald þar, en í Persíu, þar sem að pólitíkin kemur fram á stjórnartíð Kýrusar og Kambises eftir hann, þar virkaði það. Svo þeir múta þessum mönnum eða ráða ráðgjafa til þess að fara þar sem að konunganir eru í Persíu og vinna, lobbya bara gegn því sem er að gerast í Jerúsalem. Og það gekk eftir. Vinnan við að endurreisa musteri stöðvaðist bara stuttu eftir að framkvæmdur hófust eða á þeim tíma sem Daniel er að fasta. Segir ekki í Daniel alveg þetta sé þetta en það passar að þú tekur svona sögunar og leggur það saman hvað tíman var það allavega. Svo ef að Daniel er að fasta yfir þessu þá getur maður ímyndað sér að hann er að hugsa með sér. Fólk er nú farið heim og byrjað að byggja og lenda aftur í vesenni, fá þeir einhver tíman uppreisnaræru. Síðan heldur áfram í Daniel. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar, þá var ég staddur á Bakka árina miklu, Tígris og ég leit upp og sá lynghærðan mann og voru lendar hans skyrtar skíra gulli. Stuttu sér er Daniel í göngutúr með vinum sínum og ég get vel ímynda mér að segja þessu að hugfallinir yfir þessu sem er að gerast. Guð sem hafi byggt helgidóminn til þess að vera dvalastað svo hann geti verið hjá fólki sínu, myndi hann aldrei dvelja hjá þeim aftur. Hvernig myndi hann vitja fólksins? Og svarið sem að Daniel fær beint við þessu er þegar Guð vitjar hann síðan persónulega og við sjáum hér. Hann lítur upp, hann sé lynghærðan mann og hann lendar hans voru gyrt að skíra gulli. Líkami hans var eins og berilsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augans voru sem logandi blís og handleggir hans og leggir líkt og fáuðum eyr og rödd hans ljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Lýsingin sem við sjáum á þessum einstakling sem Daniel sér er slík að þetta er engin mann að ræða.
andlit fastra hljóma sem elding og augun svo logandi blis. Þetta ekki einu sinni lýsing sem maður myndi segja á englum, því að við höfum séð engla nú þegar í þessari bók og í nokkrum köflum og þeim ekki lýst svona. Þetta hljómar og lítur út fyrir að vera einhver guðleg vera. Síðar í kaflanum kemur einmitt Gabriel aftur eða einhver aðrir englar, en þessi stendur algjörlega upp úr. Hann bjartur og dýrlegur þessi einstaklingur, hvort sem það eru augun eða útlimir eða fötin. Daniel á erfitt með að lýsa honum með orðum og þess vegna talar hann bara að þetta eins og birta úr augum og höndum og allstaðar og ljós. Og þannig það einmitt sem að spámenn ritningarinn að lýsa Guði sjálfum. Erfitt með að koma augu yfir hvað þið sjá, svo þetta bara eins og ljós og birta allstaðar. Svo hér í síðustu sín bókarinnar, í elli sinni við lok lífsins hitti Daniel þann Guð sem að hann hefur þjónað allt sitt líf. Helgidómur eða ekki, þar sem að Guð dvelur með sínu fólki, hvort sem var byggður eða ekki, þá var Guð með fólki sínu og hann var ennþá með spámanni sínum Daniel. Og Daniel fær staðfestingu á því og þá vissu að Guð sé með þeim þrátt fyrir að aðrir sé að standa gegn þeim. Þegar þú lest þennan kafla og þessa lýsingu, þá ber hugan beint til Opinberunarbók Jóhannesar, 1. kafla. Því það svo margt sem álíka með þessu. Ég hef áður sagt og þið viti kannski að Daniels bók önnur 2 spádómsbóka sem eiga sérstaklega við svona sem kallað apolyptíska spádóma, endatíma spádóma. Daniels bókin sem við erum búin að fara í gegnum með sýnum á dýrum og englum og alls konar hlutum og hefur að gera með framtíðina hvað muni gerast og hvað muni verða á síðustu tímum, og hinn bókin Opinberunarbókin. Og það mjög margt líkt með þessum bókum. Sérstaklega reynslu höfunda þessara bóka, fyrir utan að Opinberunarbókin vitnar í Daniel mjög oft. En reynsla höfundana svo svipuð. Það sem að Daniel sér hér í 10. kafla líkist því sem að Jóhannes sér í 1. kafla. Og margir aðrir hluti sem eru svona mjög tengja þessar bækur saman. Það segir að svona sérstaklega tekið fram á þessum kafla, að sjá 24. degi mánaðarins eftir að hann búin að fasta í 3 fullar vikur. Þetta svona, það kemur kannski óvel fram í okkar þýðingu, en full vika það þýðir hann sko bara frá einni viku til annara, frá hvíldardegi til hvíldardags, og þar hann eftirvill að rölta með félögum sínum á hvíldardegi þegar hann fær þessa sýn. Og í 1. kafla Opinberunarbókarinnar þá segir Jóhannes að hann hefði verið í andanum og hann hefði hitt á hana drottins degi hefði hann fengið sýn. Og drottins dagur á eftirvill þar hvíldardaginn, því að Jesús sagði sjálfur að hvíldardagurinn var ekki mannsins vegna og ekki maðurinn vegna hvíldardagsins, og því mannssonurinn einnig drottin hvíldardagsins. Þannig að Jesús sagði sjálfur ég drottin hvíldardagsins, þá myndum við halda að drottins dagur ætti við hvíldardag. Þetta eru Markus og Guðspjöll öðrum kafla. Svo þeir báðir fá þessa sýn einhvern tímann á hvíldardegi, væntanlega, en allan sem pottitir á, þeir eru báðir aldnir. Þeir eru báðir allavega rúmlega 80 ára gamlir. Báðir eru búin að vera í útlegð í Babylon, Daniel og sín í Persíu, og þegar Jóhannes að skrifa sína bók þá hann á Patmos, þar sem hann búin að vera sett út til hliðar, svona hálfgert, í útlegð þar. Báðir fá þeir svona sýnir sem eru svona furðulega með dýrum og englum og allskyns hlutum og tengjast inn á milli. Þetta Opinberunarbókin vísar rosalega mikið í Daniel, og báðir sjá þeir dýr Guðs, Daniel í 10. kafla og Jóhannes í 1. kafla. Báðir, og viðbrögðs Daniels við þessari sýn verða að hann verður rosalega máttvana og hann fellur niður. Og það sjáum við líka annar stað þegar þetta gerist. Í Opinberunarbókinni 1. kafla segir Jóhannes að hann sá einhvern líkan mannssinni, klæddan skósíðum kyrtli og gullbelti var spennt bringans. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll, og augans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsofni, og raust hann sem niður mikill að vatna.
Ásjónan skein sem sólin í mætti sínum. Svo það birtan sem að skín út, það raustin sem svona mikið þengleg og birtan sem að kemur úr augunum og lappina eins og málmur, þetta vísar mjög svipa til. Nema hvað í Opinberunarbókinni þá vitum við að við lestan bara fyrsta kaflan, þannig hann að hitta fyrir Jesú Krist. Og einmitt í Guðspjöllunum þegar að Jesú fer upp á fjall með nokkrum vinum sínum og það sagt að hann ummyndaðist hann fyrir augun þeirra, ásjónan skein sem sól og klæðan sem þau björt eins og ljós. Þráttur að Kristur hafi, hvað maður að segja, klætt guðdómleika sinn í hold, þá það þessum tíma þegar hann svona, það brýst í gegn. Og hvernig það þá? Þegar þið fá að sjá þetta, þá bara birta og ljós. Og þegar þið sjá þetta, þá höndla þeir ekki að horfa á dýrð Guðs og falla niður. Daniel, þegar við sjáum það og eftir að hann fellur niður og máttvana og það eins og hann missi kannski, já, hann bara fellur niður og missir alveg bara næstu allt sem hann, allan kraft og mátt, og samir að segja í hinum köflunum. En við lesum áfram þegar hann segir hérna, ég Daniel sá þessa sýn einn. Menninni sem voru með mér, þeir sáu sýnun ekki, en þó greip það mikla skelfing svo að þeir flýði í felur. Ég var því einn að sjá þessa miklu sýn, ekki neinn annar sá hana með honum. Hvernig lýsir hann viðbröðum sínum? Ég var máttvana, náfölur og magnþrota og tókst ekki að safna kröftum. Það gerist líka í öðrum tilfellum þegar þeir hitta fyrir og sjá þannig drottina. Það eins og bara dýrðan sé það mikil að það eins og þeir sé bara að fara að deyja. Birtan af dýrðans það mikil. En það sjáum við bara þegar englarnir birtast í Biblíunni, þá alltaf fyrsta sem þeir segja óttast ekki. Af því að fólki vill bara, hvað ég að sjá, hvað að fara að gerast? Ég að fara að láta lífið? Og hér einn af svona fáum stöðum, eða næstu í einum stöðum sem við sjáum hvernig viðbrögð spámannsins eru þegar hann fær sýnina. Því hann segir, ég heyrði hann tala og meðan ég hlustaði á hann, þá seig á mig djúpur svefn, svo ég féll fram á ásjónum mín á jörðinni, en þá snart hönd við mér og reisti mig óstyrkan á 4 fætur. Svo eini staðurinn sem lýsir því, hann lýsir þetta eins og þessi djúpur svefn og hann fellur fram og hann algjörlega máttvana. Það bara athyglisvert að sjá hvað það sem að gerist þegar að menn fari sýn, ef einhvern tíma hann lendi í því að pæla í því að fólk að tala að það sé að fara í sýn og sjá hitt og þetta, að bera það saman við reynslu Daniels. En það kemur hönd og snerti Daniel. Það segir ekki hver hún en hún veitur honum styrk til þess að standa á fætur svo hann geti fengið sýnina 11. kafla sem loka sýnin, þó hann sé ennþá alveg óstyrkur. Þetta gefur okkur smá sýnaði hvað gerist þegar menn hitta Guð. Við tölum nefnilega oft Guð í ritningunni og ritningin sjálf á 2 mismunandi vegu. Það oft talað Jesú sem svona náinn vin sem dvelur í hjarta mannsins, en hins vegar talað hinn dýrlega Guð sem mikill og öllu æðri og ræður alheiminum. Og þetta tvennt virðist oft vera ólíkt og fara illa saman. Hvernig getur hinn mikli hæsti Guð sem ofar öllu skapari himins og jarðar og óendanlegu, hvernig getur hann eitthvað verið vinur mannsins og búið í hjarta hans? En við sjáum það bara í lífi Krists. Við holdtekninguna þegar Guð var maður og dvaldi meðal þeirra og klæddi guðdóm sinn holdinu, steig skaparinn og alvaldurinn það lágt að hann gat samt kallast vinur manna og verið þeim nærri, þáttur hann væri allt sem ég hefi viljað lýsa. En engillinn kemur hér í 10. kafla og reisir Daniel við, gefur honum styrk. Hann ekki nefndur á nafn, en við sáum engilinn Gabriel í 8. og 9. kafla, svo melva vera að hann sé hér á ferðin aftur. Það væri ekkert ólíklegt. Hann svo sem að gaf honum sýnina í 8. kafla og útskýrir hann í 9. og segir fyrir komi Messiasar, og í Nýja testamentinu þegar þá tími fyrir að nálgast, þá fyrir hann aftur að birtast. Jóhannes skýrara, Maríu megi áður en að Kristur að fæðast, þá sami engill nefndur á nafn. En síðan höldum við áfram og þá segir hann, Daniel, þú ert ástmögur. Taktu eftir því sem ég segi þér og statt á fætur, því að til þín ég sendur. Og hann sagði þetta, þá stóð ég upp og skalf á beinunum. Og hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákvast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir Guði,
frá þeim fyrsta degi sem þú gerði það, þá hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinna er ég komin. En höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag, en nú hefur Míkael, fremstur höfðingjana, komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning af því sem koma mun yfir þjóð þína á ókunnum dögum, af því að enn er þetta sýn þá daga. Svo hann er að fara að gefa honum aftur, segir hann, sýn sem á við hvað verða mun þjóð þína og ókunnum dögum, þetta sem eiga á við framtíðina. Það er sýnin sem við höfum í 11. kafla. En það er engill sem er sendur til Daníels með bænheyslu. Daníelus sem var búinn að biðjast fyrir í 3 vikur og fasta og ekkert að vera að gerast. Og engillinn kemur og segir, ég var sendur alveg frá fyrsta degi, en ég tafðist í þessar 3 vikur vegna höfðingja Persaveldis eða vegna prins Persaveldis. Bænheyslan fór af stað strax og hann byrjaði, en það varð ákveðin töf á. Svo við vissum að það var eitthvað vandamál sem Daníel var að fasta yfir. Við höldum, og það er svona, þetta færa mjög góð rök fyrir því að það tengist byggingu musterisins í Jerúsalem. Að þar hafi Samarítar reynt að hindra það í höllum Persíu með því að múta ráðgjöfum og láta það vinna gegn Jerúsalem. Og sama 3 tímavikna tímabili Daníel er að fasta, segir engillinn að hann, og síðan Míkael sem kom að styrta hann, hafi átt í einhvers konar baráttu við höfðingja Persíu eða prins Persíu. Svo er greinilegt að þessi prins Persíu hafi haft eitthvað að gera með þetta vandamál sem til staðar. Því að Gabriel vildi koma og bænheyra Daníel varðandi þetta, en það varð einhver töf, stopp, hann var að eiga við þennan prins í Persíu og gat ekki gert neitt. Margir eða jafnvel flestir sjá hér þegar við að tala að höfðingja Persíu eða prins Persíu sem, illan engil sem að stendur gegn Míkael og Gabriel. Því að ef að Míkael og Gabriel eru englar og þá er að eiga við einhvern prins, þá myndi það hljóma svo svolítið ójöfn barátta, segja þeir. Englar að eiga við mann, 2 meira að segja. Hér sé verið að tala einhvers konar baráttu himneskra valda milli góðs og ills, og milli einhvers vonds engils eða eitthvað svo leið sem að er hana við hirðina í Persíu og að standa gegn því að sé gert eitthvað rétt. Biblían talar einmitt að það sé barátta milli góðs og ills, milli illra valda og góðra valda, að hún sé háð ekki bara á jörðu milli góðra og vondra manna, heldur milli góðra og vondra engla og að bara afla sem standa þar á bak. Við skulum aðeins fara meira í það síðar. En ef það er ekki rétt, ef að prins á bara við bókstaflega prins, það er bara prins í Persíu sem stendur bara gegn þeim og þeir eru eitthvað að eiga við hann, þá er svona mjög hægilega hægt að finna hver það er. Konungur Persíu á þessum tíma er Kýrus og sonur hans Kambises annar tók við á eftir honum og hann var krúnuprins þar á undan. Og af hverju ætti að vera að nefna hann hér? Nú, hann stjórnaði einhver á tímum Daníels, alveg Babylóníu veldinu og alveg Sýrlandi, hann sá svolítið það. Þannig að hann hafði pólitísk áhrif, jafnvel hann væri ekki konungur fyrir en nokkrum 5 árum síðar, þar sem hann var konungur í sjálfur í svona 7,5 ár. Og annað sem við vitum hann, Kambises annan, sem að þarna er á myndinni að vinna á Egyptalands farahaldi, hann var á móti erlendum trúarbröðum. Hann var einarður stuðningsmaður svona Zoroastriana sem tilbáði guðinn Ahur Mazda og hann vildi ekki að vera að styðja aðra trúarflokka. Hann gekk svona langt að rústa hofum annarra guða, til dæmis í Egyptalandi. Og það er engin tilviljun að Ísraelsmenn náðu ekki að byggja neitt að ráði á meðan að Kýrus og síðan sonur hans Kambises réðu og það er ekki fyrir tímum Daríusa sem kom á eftir hann sem þeir náðu að byrja að byggja einhverju ráði. Svo sjáu fyrir ykkur, samverjar eru að múta og ráða einhverja ræðismenn til þess að mæla gegn byggingu musteris í Jerúsalem. Svo þeir fá athygli Kambises sem er eftir við glaður að hlusta á það og að veita þeim það sem þeir báðum. Svo bygging musterisins stoppa þar til næsti konungur Daríus kemur fram og setur nýja reglur.
En á bak við tjöldin fullt að gerast. Óséð öfl að vinna, himnesk öfl að vinna á hjarta konungs til þess að fá hann til þess að skipta skoðun, en þrátt fyrir himnesk öfl, þá liggur valið náttúrulega alltaf hjá manninu. Svo bestu vitum þá sagði Kambyses annar bara nei og lét ekki undan áhrifum þessara engla sem voru að vinna á hjartans. En hann fór kannski ekki það langt að draga þá tilbaka eða stoppa, þeir bara náðu ekki að fara lengra. En endalok hans voru síðan samt ekkert rosalega spennandi og hann var ekkert kóngur lengi einn. En eins og ég sagði áðan, þá má líka vera að prins Persíu sé eitthvað svona, af því að vera að tala um himnesköfl, eitthvað illt sem að voru að hvetja ráðamenn í Persíu til þess að gera slæma hluti. Og Gabriel er að vinna gegn því. Þetta er náttúrulega bara deila sem að við öll þekkjum. Samviskan segir okkur gera rétt, hvort sem það er heilagur andi sem tala til mannsandans eða einhverjir englar, nei, bara einhver svona öfl sem er hann að bakvið. Það skýtur upp í kollunum með okkur eitthvað sjálfsækar hugsanir og slæmar. Það gerði bara það sem er hentugast, ekki endilega það sem er rétt. Og maður færi þetta svona tvennt, þetta er alveg sem að flesti kannast við. Gerði það sem er auðveldara, ekki endilega það sem er heiðalegt. Gerði það sem er vinsællara, þráttur að líði illa við, frekar en að fylgja eins sem að samviskan segir sér rétt. En það eru öfl á bak við tjöldin sem er alltaf að starfa, segir ritningin. Baráttan sem birtist í Daníels bók er ekki bara völdin, heimsveldin, heldur líka sál hvers manns. Góð öfl og slæm öfl reyna að fá menn til þess að velja. Og aðal baráttan er í huga hvers manns. Velur það sem er rétt eða það sem er rangt. Oft tekur ranga birtingamynd hins góða og að velja hér rétt að virðist vera svona furðulegri valkosturinn. En þetta er ekki bara stríð sem við háum í holdinu, heldur tala Biblíun að þetta sé svona andlegt stríð. Í Efesus segir hann því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tigninar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaverur vonskunar í himingeiminum. Og það má vera að það sé bara það sem hann er verið að lýsa hér í Daníel 10. kafla. Þetta sé ekki alltaf bara að hold á blóði og vera að berjast næsta heimsveldi og svo heldur svona á andlega stigunum. Það eru nokkuð vers sem minnast á þessa deilu og uppruna hennar. Ef við förum og skoðum þau, þá sjáum við að ritningin talar uppruna hennar. Við getum lesið það hér í Jesaja. Það sem að tala við sáum þetta í fyrri fyrirlestri, það sem þetta var háðskvæði Babylóníu konung og hvernig hann myndi enda. En á sama tíma það verður oft verið heimfært upp á hinn illa, aðalega það sem að orðið Lúsífer kemur úr þessum texta bara í Biblíuna yfir nafn hinn illa. Þannig að ef textin ágifir þetta, þá var það svolítið rang nefni. En Lúsífer, einn æðsti engillinn sem syndgaði gegn Guði og taldi að lögmál hans vera of strangt og Guði óeigingjarnar, hann miklaðist og vildi fá að vera hluti bara af guðdóminum sjálfum og vera í ráðum Guðs, Föðurs, Sonar og heilags anda. Við sjáum það hér, það er sagt nú út fallin af himni, ljósberi, sonur morgunsróðans, Lúsífer. Nú ert að velli lagður sigurvegri þjóðríka því að þú sagði við sjálfan þig, ég skal stíga upp til himins ofar stjörnum Guðs. Þar skal ég reisa hásæti mitt. Á þingfelli Guðanna tekið með sæti, yst í norði, það er alltaf upp. Ég fer til himins, ofar stjörnum Guðs. Það vil ég hafa hásæti mitt á þingfelli Guðanna í norðri, það er alltaf upp. En nú er hann fallinn. Býtu, og textin segir síðan, ég skal stíga ofar hæstu skýjunum og ég vil líkjast hinum hæsta, segir hann. En því að varpað niður til heljar í hina diffstu gryfju og þeir sem líta á þig verður starfsýnt á þig að lokum og þeir virða þeir fyrir sig vandlega og segja, býttu, er þetta maðurinn sem skók alla jörðuna og lét konungsríki riða? Hann gerði jörðin að eyðimörk og reif niður borgir og sleppti föngu sinna ekki heim. Þannig að þráttur þetta eigi náttúrulega upprunalega og best við konung Babylon og sést alveg hvaða vald er þar á bakvið sem að lýst er hér. Því að upprunni þess að miklu deilu er ekki bara sagt frá hér, heldur sjáum við þetta annar staðar, það sem er önnur lýsing á þessu er svona, það sem er talað að
að Lúsífer og Satan hafi ekki verið skapaður illur en hafi snerist til sjálfsenskunar og leitaði sér alltaf hærra og hætti að hugsa með aðra fyrst og við sjáum það hér, hvernig þetta því lýst. Þú varst fullkomleikinn sjálfur, fullur visku og fullkominna fegur. Þú varst í Edengarði Guðs, þakinn alls konar dýrum steinum, rúbín og tópas og jaspis, krísolít, karneol og onyx, lapís, granát og smaragð og skart úr gulli hamrað og grafið. Var eign þín sett á þeim daginn sem þú varst skapaður. Ég gerði þig verndarkerub og þú varst á heilögu fjalli Guðanna. Gekkst glóandi steina og bretti þín var flekklaus frá sköpunardegi þínum. Þangað til, viti menn, eitthvað sem er ólýsanlegt, þangað til að misgjörðin fannst hjá þér. Vegna verslunar umsviða þinna þá fylltistu ofríki, svo þú syngaðir og þá rakið þig en verndaði kerúb, rak þig af Guðafjalli burt frá honum glóandi steinum, en fegur þín fyllti þér hroka og þú spillti visku þinni vegna ljóma þíns, svo ég fleygði þér fyrir jarðar fyrir fætur konunga, svo þeir gætu notið þess að horfa á þig. Þú vanhelgaðir helgidóma þína með þinni miklu sekt og óheiðalegum viðskiptum og ég lét í eld brjótast út í þeir sem eyddi þér, gerði þig að ösku á jörðinni fyrir augum allra sem horfðu á þig, allar þjóðir sem þekktu þig, hryllti við þér, endalok þín skelfa og þú ert með öllu horfin. Þetta svona fer undan yfir alveg mjög langt tímaskeið, þetta er svona frásögn og spádómur í einu, það sem er sagt frá, því að þetta er aftur svona háðsljóð einhvern konunga í Týrus, samt passar ekki 100% við hann, það er eitthvað meira á bakvið, hann var ekki í Eden þakinn gullsteinum, en sama er þarna í gangi, ef sá sem var upphaflega skapaður bara, ljósberinn eða sonur morgunróðans Lúsífer, var fullkomin í öllu sínu, þangað til það var eitthvað sem breyttist, eitthvað sem kom og breytningin talar að það sé eiginlega bara, hvað er þetta íslensku orðið? Bara, getur ekki útskýrt það, er bara mystery, þetta er allir með dettur mér. Það bara er óútskýranlegt, hvernig ílskan gat byrjað upp og hvernig þetta gat breyst frá því að vera fegurð og eitthvað gæti hugsa sér að það kemur eitthvað illt inn. En þetta gerðist og honum, eins og hann segir hér, var varpað niður. En þetta gerðist ekki bara í tómarúmi og ekki var honum bara varpað niður englinum, fyrir fyrsta sem syngaði, heldur gerist þetta á stað þar sem eru aðrir með og afleiðingarna náðu lengra heldur en bara til hans. Í Opinberunarbókinni 12. kafla þá segir líka frá þessum tíma. Þá hóf stríð á himni og Mikael, aftur sem við heyrum, og englar hans fóru að berjast við drekann og drekinn og englar hans börðust á móti en fengi ekki staðist og héldust heldur ekki við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður, og hverju með þessi dreki, hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan og afveigilegir alla heimsbyggðina, honum var varpað niður á jörðina og englunum hans var varpað niður með honum. Þannig að í reikningunni þú fyrir að taka saman það sem það segir í svona spádómsbókunum og fyrir að tala hérna miklu deilu sem á sér stað, ekki bara hér heldur líka á aðra stigi ofar okkar plánetu hér á einhverju andlegu og meðal himneskra vera, þá er þetta svona lýsingin sem hún dregur fram. Og það hafi verið eins og stríð þeirra á milli og honum er varpað niður, en hann er ekki varpað niður einum, heldur tekur hann einhverja með sér. Og samkvæmt Opinberunarbókinni, þá er þetta deila sem allir englar himinsins áttu í, og þegar Lúsífer er varpað niður, þá tekur hann með sér 1/3, það kemur í versiðan á undan, hann dró niður með sér 1/3 af stjörnum himinsins, eða englunum sem var varpað með honum niður. Og þeir fylgdu honum og voru því sammála að vegi Guðs var ekki sanngjarnir og undir leiðsögn Lúsífer og frelsi, undir ægistjórn og lögmáli Guðs, væri hægt að lifa betra lífi. Og þessi 1/3 hluti englana sem fjallu með Satani eru síðan ekki bara setja aðgerðalausi, þeir eru síðan hluti af þessari baráttu sáli mannana. Og vel má vera að prins Persíu sem að Gabriel segir að hafi staðið gegn sér sé einn af þessum englum. En þessi síðan lesum við í Biblíunni deilt með mannfólkin í fyrstu köflum Biblíunar, sem höggormunum sem við minnstar á hér er kallaður drekinn og djöfull og Satan. Hann deilir þessu með hennu fyrsta pari
og mannkynssagan síðan eins og hún leggur sig útlistun á því hvernig hinu illa gekk. Og mannkynssagan ekkert sérstaklega falleg, ef þú tekur það. Sprengingarna sem við lesum bara núna og hverjum degi næstu á torgum úti í skólunum og hver höndin gegn annari, stríð og ófriður og hvað eina. Það ekki nema von að Biblían segja að Guð segist að koma aftur eins og steinn í Daníels bók og rústa öll og setja upp ríki sitt upp á nýtt, þar sem að þessi hlutir fá ekki vera með, svo allir geta sagt nei, þessi tilraun hjá honum til þess að berjast gegn Guði og að setja fram sitt eigin leið til þess að lifa, ekki samkvæmt lögmáli Guðs og það sem átti að heita bara frelsi undan ægistjórn hans hefur bara verið ein sorgarsaga sem að við lifum í. Svo þetta kannski það himnesku öflin sem á bak við tjöldin, að berjast sáli mannana, fá þá að hlið hins illa eða hlið hins góða, og þetta kannski svolítið hratt farið í gegnum þetta, en þetta það sem að ritningin setur fram, sem bak við tjöldin. Við allan hér köllum þetta oft bara eina deiluna miklu. Og einn skýrasta birtingamyndis hérna í Daniel 10. kafla, þar sem þú sérð að engillinn bókstaflega eiga við einhvern í 3 vikur til þess að reyna að vinna á hjartans til þess að fá einhverju fram. Annarkvort hann að berjast við einhvern engil, hann bara að vinna beint á hjartans til þess að sjá, tala við samvisku hans, fá hann til þess að gera eitthvað. En fólk hefur sitt val. Þannig að deila miklar háða milli góðs og íls, en útkoma þess byggist bara á vali hvers einasta einstaklings, okkar allar hér, hverju við fylgjum og hvað við ákveðum að gera. Við skulum lesa síðustu vers kaflans. Ég var niðurlútur og þagði meðan að mælti þessi orð til mín. Einhver áþekkur manni snart á varir mínar og ég opnaði munnin, tók til máls og sagði við þann sem stóð frammi fyrir mér, Herra minn, vegna þessara sýnar kvelst ég og fæ ekki elt mér þrótt. Hvernig gæti þessi þjónn herra minns tala við herra minn nú þegar ég þrotin að kröftum og kjarkum minn horfin? Sá sem líktist mannið snerti mig þó aftur og styrti mig og hann sagði, óttastu hvergi ástmögur, allt mun ganga þér í hag. Vertu hughraustur. Ég styrtist við hann talaði við mig og sagði, talaðu herra því að þú hefur veitt mér styrk. Og þá spurði hann, veistu hví ég komin til þín? Nú verði ég að snúa aftur til að berjast við Persakonung, og þegar ég fer mun leiðtogi Grikkja koma fram. Engi mun hjálpa mér gegn þeim nema leiðtogi þinn Mikael, en það sem skráðir í bók sannleikans muni tjá þér. Síðan gefur hann sýnina í Daniel 11. kafla og 12. kafla og fer tilbaka. Svo Gabriel, eða Mikael, segir þið eru ekki gleymt við Daniel. Ég fer áfram að reyna að vinna fyrir ykkur og berjast gegn prinsi Persíu ásamt Mikael. En þá kemur smá spurning, þetta kemur kannski ekki rosalega fram hér, en Mikael og þessi prins Persíu, það nota eiginlega sama yfir þá. Mikael himnesku prins, en prins Persíu, hann bara prinsinn í Persíu, eða höfðingi Persíu. Hver þessi Mikael? Það ekkert sagt mikið meir að það sagt í 12. kafla að hann hlutað síðustu átökum fyrir endurkomu Krist og hér hann hlutað deilunni prins Persíu, lokalstríð. Í Júdasar bréfi í Nýja testamentinu þá segir það segir að nú eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að saka djöfulinn guðlast, hann átt í orðdeilu við hann líkama Móse, heldur sagði hann, drottin refsi þér. Í Júdasarbréfi Mikael lýst sem erki englinum sem kallar fólk til uppreissu. Það oft hefð fyrir að tala 7 erki engla, Mikael og Rafael og Gabriel eða eitthvað svoleiðis, eða 4. Ritningin tala bara 1 erki engil og það Mikael. Og hann hefur greinilega kraftinn og valdi til þess að veita einhverju hér þegar kemur að uppreisn og öðru slíkt. Og við lásum í Opinberun 12. kafla að hann fer fyrir her himnana gegn Satan og hans fylgildum. Þannig að beint fyrir sköpum mannsins og allt það, þegar áður en að maðurinn kemur inn á myndina, þá hann þarna alltaf í einhverjum her leiðangri.
hvort sem það að berjast við hinn illa hér, að berjast hinn illa þegar við að tala Móseana og í 10. kafla prins Persíu og í 12. kafla Daníels hluta síðustu átökum. Allstað sem að Mikael kemur fram þá þetta svona einhver átök og deilur í gangi. Svo Mikael greinilega leiðtoginn fyrir hlið Guðs. Og eiginlega þegar þú ferð að pæla í því og skoða kaflan eins og með Júdasar bréf og þetta, að þá eiginlega bendir allt til þess að þetta sé bara Kristus sjálfur. Kristus sjálfur. Fyrst að Kristus gat tekið á sig mannsmynd og verið hér meðal okkar, þá held ég að hann getur nú tekið á sig engilsmynd eða, þetta þurfi ekki að vera bókstaflegur engill með vangi og einhver svoleiðis eins og við ímyndum okkur engla, því að engill þýðir bara svo sem sendi boði, svo sem sendur af Guði. Þannig að ég sé ekkert sem að standi í veg fyrir því. Svo ef að hann það sem að Jesú Kristur aðal birtingamynd Guðs föður og aðal sendiboði hans í holdtekningunni hér á jörð, þá, gæti alveg verið að hann fer fyrir her himnana. Það myndi make sense fyrir mér. Svo Jesú Kristur sá sem að vekur fólk upp úr gröfinni, hann upprisun á lífið, segir, og það talað það í 1. Þessalóníkubréfi 4. kafla að þegar Kristur kemur aftur að vekur að fólk út úr gröfinni með höfuð engils raust. Þannig að honum kannski lýst það bara sem höfðingja, alveg svona höfðingjar mannana getur verið fyrir englana líka. Og nafni Mikael náttúrulega þýðir bara hver eins og Guð. En maður spyr sig kannski, skiptir þetta einhverju máli, hvort það sé Jesú eða bara einhver annar. Ég held að sé bara svolítið fallegt, því að aðal áherslan í Daníelsbók á alls konar sýnir sem við höfum. En alltaf í lok og svona hápunkti sýninnar, þá kemur ekki bara eitthvað einhver dýr eða antikristi eða eitthvað annað slíkt, heldur kemur það Kristur fyrir. Í sýnin í Daníel 2. kafla það talað styttuna og málmunum og steinin sem að kemur og brýtur allt og myndar síðan ríki Guð sem að varir að eilífu, ekki eins og þessi ríki sem að koma hvert að fætur öðrum og alltaf í stríði. Í 7. kafla talað 4 dýr, ríki sem að koma og síðan dóm sem settur, en síðan kemur þessi fókus á mannssonin sem að kemur inn í sýnina. Í Daníel 9. kafla hafa verið að spyrja sig hversu lengi eigum að vera 70 vikunar eða 70 árun að vera búin og eru ekki að fara heim, og þá kemur sýn 490 árur ákveðin þínum líð, en aðal fókuspunkturinn að Messias mun koma og við erum að eiga við einhver smá vandræði hér, en hann mun að takast á við stærsta vandamál sem við höfum að glíma við. Og í Daníel í 10. til 12. kafla þá sjáum við Mikael eða Jesú sjálfan verandi hana í baráttuna milli góðs og ills. Hún ekki bara milli einhverja engla og manna, heldur Kristus sjálfur. Það hann sem að styrki Daníel og segir: þú átt von og þú skalt styrktu verða og halda áfram. Svo Guð sýnir ekki bara handahófskennda sýnir hitt og þetta, hann boðar í Daníelsbók komu ríkis Krists, hann boðar komu réttlætingar hans með Messiasi, hann boðar komu dóms Jesú Krists í 7. kaflanum, og hann boðar Jesú Krist með okkur í eitthvað daglegu baráttu til þess að gera rétt í deilunni milli góðs og ills, og hann boðar loka baráttu hins góðs og ills og sigur hins góða með Krist í fararbroddi í 12. kaflanum. Svo Daníels bók, hún segir allskyns hluti, hún fer ekki spádóma og segir hvað muni gerast, en hún boðar Jesú Krist í flestum köflunum og í sýnunum sem svar við þörfum mannsins. Nabúkadnesar spurði sig, hvað mun verða eftir mig og hvað mun verða í framtíðinu, og hann sýnir honum, myndi ekki hafa áhyggjur af því, ríki kom og ríki fara, en ríki Krist mun vara að eilífu. Hann horfir í 9. kafla og spyr hversu lengi á þetta að vera, og hann segir já, tíminn skiptir kannski ekki öllu máli hvað eru lengi hér og hvað mun verða þjóðina. Þið munu hafa lengri tími til þess að ákveða, sem aðalmálið að hvort þið munu ákveða að fylgja Messiasi sem mun koma og gera allar þessar fórnir að engu. Nú í 7. kafla höfum, eins og ég sagði, sýnina dýrin 4, og hvað þetta stóra dýr, spyr hann síðan, 4. dýri sem knosar allt og bruðlar allt. En þá sýnir hann með mig, jú, þetta rosa mikilvægt og merkilegt og útleggur það fyrir hann. Það sem skiptir máli að allt sem mun gerast og allt óréttlæti sem mun verða
bætt fyrir og fá sinn dóm í dóminum þegar að mannsonurinn kemur fram fyrir hinn aldna og réttlæti mun koma fram fyrir alla þá sem að hafa illa farið með. Svo Daníels bók boðar Krist sem svar viðhorfsmannsins. Sumir vilja fá spádóma svona til þess að kýtla taugana varðandi samsæri eða framtíðina og vangaveltur hitt og þetta. Daníels bók svona svarar mörgu þeirra bara alltaf með að gefa þeim Kristi lok spádómana. Af því að samkvæmt þeim þá er það sem að er nóg. Við ætlum að ljúka hér 10. kafla og námskeiðinu eins og það er á þessum orðum. Ég vona að bara Kristur verði ykkur líka nóg og að þið getið lært hann í þessari spádómsbók Daníels og í þessum fyrirlestrum. Ég bara þakka fyrir þess 8 vikur fyrir að hafa komið og ég vona að það hefði haft blessun af. Takk fyrir.